Komið þið sæl. Það var nokkur blíða á suðvestanverðu landinu í dag. Hitinn fór í 7 stig á Lómagnúpi en það var norðanátt og hríðarveður bæði á Vestfjörðum og Austfjörðum í dag og við sjáum að það svona dregur smám saman úr því þegar við sjáum þetta yfirlitskort. Það svona gleikkar aðeins bilið á milli þrýstilínanna. Lægðirnar fara flestar hérna suður fyrir land. Það verður smá lægðabóla við suðausturströndina seinna í vikunni, annars erum við komin inn í smá hæðarhrygg og svona má segja róleghita veður en það hins vegar herðir á frosti næstu daga eins og við sjáum á hér hitasviðskortinu. Það eru svona smá hlýindabólur, ein sem fór hér á milli Hjaltlandseyja og Færeyja og svo er aðeins hlýrra í Austur-Evrópu en það er líka útlit fyrir kulda í vestur hluta álfunnar næstu daga. Ef við skoðum aðeins svona vindasviðið og hvernig skýjahulan ætlar að vera hjá okkur á morgun að þá sjáum það léttir smám saman til suðvestan til á landinu og kannski hér með suðausturströndinni. Það er áfram svolítil úrkoma á Austfjörðum og eins á Vestfjörðum og skýjað með norðurströndinni en áttin er norðaustlæg og eins og ég sagði áðan þá herðir bara á frosti. Í kvöld klukkan 21 þá þetta útliti, það eru svona 15 til 23 metrar á sekúndu yfir landinu. Í Reykjavík sumstaðar er náttúrulega skjól fyrir norðaustanáttinni þannig að það er ekki víst að við finnum mikið fyrir vindinum hér en hins vegar er hríðarviðvörun gul til klukkan 21 á Austfjörðum en hún gildir á Vestfjörðum til klukkan 3 í nótt þannig að það er betra að hafa varan á. Hitinn er yfirleitt eða undir frostmarki en það kólnar síðan hratt hér með suðaustur og suðurströndinni þegar léttir til og þegar fer að lægja líka í nótt. Á morgunni þá er svona 8 til 15 metrar á sekúndu mjög algengur vindhraði á landinu í norðaustanátt. Það er svona aðeins farið að lækka eins og við sjáum hitastigið en sólin gerir nú sitt hér suðvestan til og hitinn kannski nær aðeins upp fyrir frostmark. Það verður örugglega bjart og fallegt veður víða á suðvestanverðu landinu en það er ansi svalt í 3 gráðum og norðanátt. Það er aðgerðalítið veður eins og við sjáum á þriðjudaginn. Það heldur áfram að kólna. Hitinn er svona 0 gráður pluss mínus 1-2 kannski með norðurströndinni. Það léttir nú víða til á landinu. Það er helst útlit fyrir að verði smá slitta allra svona nyrst á Annesjum og eins hér með suðurströndinni en annars er úrkomi lítið á landinu. Það er heldur meiri úrkoma í kortunum fyrir miðvikudag. Þetta er svona éljaloft í flestum landslutum en þó helst líklegt að norðvestanvert og vestanvert landið sleppi. Þarna sjáum við hins vegar að hitatölurnar eru komnar niður undir frostmark á öllu landinu. Það er svo smá lægðabóla sem er útlit fyrir að tróði sér hér svona upp að suðausturströndinni á 50 með lítilsháttar ofankomu. Þetta gæti verið snjókoma slitaði rigning. Við verðum að bíða eins fram í vikuna til að sjá það almennilega en almennt er harðnandi frost á landinu þegar þarna er komið við sögu. Ef við bregðum okkur aðeins til Skandinavíu og Evrópu þá sjáum við að það er nú svolítið hvasst til dæmis víða í Þýskaland og Frakklandi og þar eru appelsínugular viðvaranir í gildi fyrir morgundaginn en eftir því sem við förum hér til Spánar þá sjáum við að þar er hæðin komin og bjargar því sem bjargað verður. Það er ansi hlýtt þar og sólríkt. Það er einnig hlýtt í miðríkjum Bandaríkjanna en það hefur verið haldið áfram að snjóa við austurströndina og það fer að stytta upp og svona vera vorlægra á vesturströndinni. En það sem er þessi norðaustanátt í kortunum hjá okkur, það verður áframhaldandi éljagangur eða hríð bæði á Austfjörðum og Vestfjörðum fram á kvöld. Það dregur síðan fyrst úr vindunum á Austfjörðum en verður hríð áfram á Vestfjörðum fram á nótt. Á morgun er svo öllu hægari norðaustanátt, úrkomu minna og má alveg búast við því að sjást til sólar í flestum landslutum. Verið sæl.